Næst það Ajax. En áður en við skoðum hvað Ajax þýðir, þá ætlum við að skoða hvað JSON er. JSON stendur fyrir JavaScript Object Notation og er í raun svona gagnaformat sem er búið að vera tröllrið öllu núna senustu svona 5 ár og er í raun notað í dag til þess að senda gögn á milli vefþjóna og á milli vefþjóna og klæjenda. Þannig að hérna í gamla daga þá var XML rosalega mikið notað, þannig að ef þið þurftu að sækja einhver ákveðin gögn frá einhverjum vefþjón, þá fenguð það í XML formi sem er voðalega svipað á HTML, en í dag fáið það eiginlega án undantekninga í JSON formi. Og JSON byggir sér þetta á almennum gagnastruktúrum sem eru þá í raun til í flestum forritunarmálum. Það er þá svona heiti gildi pör, þess að þú ert með eitthvað sem er hérna, eitthvað heiti sem vísar í eitthvað gildi, oft kallað objects eða dictionaries eða hash tables og svo röðuðum listum sem eru þá array og eða sem við kallað vektor líka og síðan strengir og tölur og boolean-gildi. En JSON, JavaScript Object Notation, byggir sér á því hvernig við skilgreinum hluti í JavaScript og eiginlega að öllu leyti fyrir utan að lyklar verða að vera strengir. Þannig að í JavaScript getum við sagt foo fyrir objektið okkar, sem við getum gert var foo jafnt og foo1, þá fáum við foo með lykilinn foo. En í JSON verðum við alltaf að skilgreina þetta sem strengi, sem er í raun skilur okkur nákvæmlega því sama hér, en þetta er út af því að við erum með frátekin orð. Þannig að við ætlum að kalla lykilinn okkar class, eða if, eða for, þá myndum við fá villu í JavaScript, en ekki, eða því forritunarmáli sem við erum að vinna með, en ekki að við skilgreinum sem streng bara. Og strengir verða að vera skilgreindir með tvöföldum, eða með gæsalöppum, ekki útfellingarkomu, og það eru takmarkanir á tölum. Við getum ekki til þess að nota hex form á tölum sem er 0x1 eða eitthvað svoleiðis, sem er nú ekkert oft sem kemur það upp. Svona dagstæðlega þurfum að nota það. Og það er búið að takmarka týpur. Til dæmis er ekki í lagi að senda undefined eða regexp hlutin eða date hlutin á milli í JSON. Heldur getum við sendt null, strengi, tölur og boolean. Þannig að JSON í raun lítur einhvern veginn svona út sem einhver, með þessu JSON skeiti er ég að skilgreina á struktúruðu formi upplýsingar það hvar einhver John Smith býr. Og þá er það þannig að ég get í raun fengið ég get séð first name er John. Þannig að ég get spurt þessa niðurstöðu, hvað er first name-ið? John. Hvað er addressið? Þá fæ ég annan hlut sem segir til street address, city, state og postal code. Þannig getum við búið til í raun flókna gagnastruktúra með í raun einföldum skilgreiningu sem eru í JavaScript með þessu bracket notation og curly notation fyrir objecta og bracket notation fyrir array. Þannig að svona getum við skipst á gögnum sem eru struktúruð. Þetta er mjög næs. JSON síðan skilgreinir eitt aukalega, það skilgreinir bæði hvernig við skiptum þá þessum upplýsingum, hvernig við skilgreinum skeitin okkar og svo skilgreinir það hvaða föll eiga að vera til þess að geta unnið með JSON í einhverjum forritunarmáli. Og það eru tvö föll sem þurfa að vera til, eitt sem heitir stringify sem tekur þá einhvern gagnahlut í einhverju forritunarmáli og breytir honum yfir í JSON streng og svo parse sem tekur JSON streng og breytir honum yfir í gagnahlutin. Þannig að þá getum við tekið einhver gagnahlut í einhverju forritunarmáli, kallað á JSON stringify á gagnahlutin, fengið einhvern streng, sendt strengin yfir með HTTP, tekið við honum á einhverjum öðrum stað, kallaði JSON.parse og fengið gagnastruktúrun í því máli. Þannig að svona getum við skipst á gögnum á milli vefþjón sem er skrifaður í Node við app sem er skrifað í Android app sem er skrifað í Java eða vefsíðu sem er skrifað í einhverju öðru. Þannig að þetta er óháð
þeim umhverfum sem við erum að vinna í. Þannig að hér erum við myndað við. Nei. Þannig að hér er ég með einhver object sem er búin til bara í JavaScript hérna og hann inniheldur tölu og streng og eitthvað og hann inniheldur fylki og eitthvað sem er skilgreint með hvað er í gangi með tölunum? Nei, ekki degja tölva með nestuðum object og einhverju fylki og eitthvað svona. Svo köllum við hérna í JSON, þá höfum við í raun aðgang að þessum föllum í gegnum JSON hlutin sem JavaScript er með og hann inniheldur þessi tvö föll, stringify og parse. Þannig að við getum tekið þennan hérna hlut, kasta honum yfir í streng og svo kasta honum aftur yfir í gagnaformið og skoða hérna í raun hvað kemur út úr honum. Þannig að þá er hann, hérna er hann sem hlutur og þá getum við skoðað hérna hvað hann inniheldur og hérna er nákvæmlega sömu gögnin, bara sem strengur. Svo tókum við þennan streng, köstuðum honum aftur yfir í JavaScript hlut, alvöru JavaScript típu og þá fáum við út nákvæmlega sama og hérna ofan. Þó þetta sé í raun annar hlutur, af því það er í raun búið að stringify hann og svo passa hann aftur upp. Og hérna á json.org þá er í raun þessari fallegu síðu er í raun skilgreint hérna málið sem segir í raun hvernig þetta er gert. Þetta er í raun formleg skilgreining á málinu í backwards and hour form eða svoleiðis og þetta er í raun einn stærsti kosturinn við JSON er hversu einfalt það er. Hann getur í raun geymt mjög flókin gögn og svo hérna fyrir neðan er í raun útfærslur á JSON föllunum í mismunandi forritunarmálum og umhverfum. Þannig að þetta er mjög útbreitt og mjög mikið notað. Ok, Ajax. Ajax stóð upprunalega fyrir Asynchronous JavaScript and XML og árið 2005 þegar vefurinn var svona að byrja þessa svona endurkomu sína, það var svona nóg að gera, það var verið að gera svona flóknari forrit og þá var maður sem heitir Jesse James Garrett, hann skrifaði grein Ajax, a new approach to web applications og hún sem sagt skilgreindi þetta sem Asynchronous JavaScript and XML og aðalega út af því að við erum ekki lengur að nota XML, þetta er núna aðalega JSON, þá hefur Ajax nafnið í raun dottið úr því að vera þessi hérna skilgreining hér, þessi akronym hana, yfir í að vera bara þetta Ajax með stóru I-J-A-X, ekki eitthvað svona stendur ekki fyrir þetta lengur. Heldur er þetta svona þessi hugmynd það að sækja gögn ósamfasa asynchronously til að koma í veg fyrir að hlaða allri síðunni aftur. Að þegar áður en þetta var til, þá var það alltaf þannig að þú ætlaði að skrifa ykkur skilaboð, þú ýttir á submit, þú sóttir alla síðuna, þá fór allt HTTP-kall yfir á vefþjónninn bóti svarið, skilaði nýju svari sem þurfti að passa allar nýju síðuna, teikna hann allar upp á nýtt og þannig var bara að vera á vefnum. En með þessu þá var í raun hægt að ýta á submit og sækja bara lítinn part af síðuna aftur og í raun bara það sem við túlkum sem vefinn í dag. Það væri mjög skrítið, við vorum á Facebook og vorum á einhverju og í kannski þessu kommentar þá þarfst að refresha allri síðunni. En við þurfum þess ekki, þetta var Ajax, Ajax. En þetta var svona munurinn á þessu, klassik hérna, browserinn gerir HTTP request yfir á vefþjóninn, það er eitthvað sótt og það kemur eitthvað nýtt hérna, en hérna er í raun eitthvað svona, JavaScript kall í Ajax engine sem skilar HTML og CSS gögnum og gerir í raun annað kall yfir á vefþjóninn sem veit í raun hvað á að sækja alla síðuna eða bara part úr síðunni. En þetta gerum við svona, requestum gerum við gegnum XHTML request hlutinn sem var fyrst skilgreindur í Internet Explorer 5, þannig að þetta er mjög gömul tækni og við útbúum einhverja beiðni og sendum á vefþjóninn og við fáum síðan upp einhverja atburði þegar þeim er lokið eða þegar það kemur upp villa.
og við sækjum þetta efnið yfir HTTP og það sem við erum að gera þetta yfir HTTP og HTTP fyrir yfir net, þá getum við lent í að það gerist ekki strax það sem við erum að biðja þannig að við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að gera þetta þannig að það getur ekki verið að við ítum okkur takka svo þurfum að bíða í 10 sekúndur eftir einhver svari og við látum notandann ekkert vita þá er bara eitthvað bilað, ég íti ofta takkan og allt fyrir rugl ok, þetta passar enga veginn inn á þennan glugga hérna þannig að förum hérna yfir í þetta og skoðum hvað er gangi hérna þannig að hérna er með einhver takka og eitthvað sem segir engin gögn og hérna er ég með sourceinn að þessari síðu og ég ætla að drepa Atom af því að hann er ekki að svara mér ok, þetta er betra þannig að hérna er ég með þetta, ég er með einhver takka ég er með eitthvað div sem inniheldur textan engin gögn síðan er ég hérna með url yfir í þjónustu sem heitir apis.is sem eru fólk búið að safna saman til þess að búa til svona aðgang að gögnum sem eru til af Íslandi og gera þau aðgengilega í gegnum vefþjónustur og það er þannig að það er búið að finna einhverja svona þjónustur eins og hérna eitthvað miði.is með tónleika, currency, calculator og alls konar og í raun gera þessi gögn aðgengilega og einfaldan hátt í gegnum vefþjónustu á JSON formi. Þannig að við skoðum hérna status of Icelandic hospitals. Þannig að þá er það hérna eitthvað á forsíðu lsh.is er svona tikkar sem segir hvað er búið að vera að gera á spítalanum og við skoðum hérna response þá er búið að taka í raun það við skoðum hérna forsíðuna LSH alveg rétt þá er þetta hérna í dag eitthvað svona sem að tikkar hérna þá er einhver búinn að búa til forrit sem fer um þessa vefsíðu sækir þessi gögn og birtir þau síðan í JSON formi þannig að við erum að fá núna þetta hér sem í raun struktúrugögn úr þessari vefsíðu og þetta er í raun það sem þetta APIs verkefni gengur svolítið út á ok, hérna er eitthvað svona einhverjar upplýsingar og við ætlum að sækja þessar upplýsingar og við ætlum að birta þær hérna á vefnum okkar þegar við ítum hann að taka þannig að það sem við þurfum að gera fyrst er hérna að setja þetta upp þannig að við bindum okkur hérna við DOM content loaded eventin á síðunni og við finnum hérna container sem að inniheldur textan og við finnum takkan og þegar við ítum á takkan þá ætlum við að keyra fetch data fallið ok, þá kíkjum við á þetta fetch data fall það er svona kjarnin í þessu hjá okkur ok, fetch data hann ætlar að byrja á því að tæma containerin einhver getur verið búin að vera að brasa við það að tæma svona hérna en ef við skoðum hérna empty er fall sem er skilgreind hérna það ætlar að taka við þessu hérna elementi með þetta div munum hérna, ég með $0 það vísa mér í þetta ég ger hérna empty $0 fjarlæði allt úr þessu tæmir í raun þetta div það er hérna gott fall síðan að því að þetta tekur í raun einhver tíma að sækja þessi gögn þá ætlum við að setja inn í þetta div í staðinn textan sæki gögn þannig að það vorum við búin að setja það meðan við erum að bíða eftir þessi gögn komið til okkar síðan ætlum við að búa til svona XML HTTP request og það er gert þannig að við búum til new XML HTTP request og bindum það við einhverja breyti hérna svo segjum við ætlum að opna eitthvað url með get og við ætlum að gera það asynchronously sem segir hérna þetta true hér þetta á að gera þetta ósamfasa og urlið vorum við með hérna apis.is hospital ef við opnum það, þá sjáum við að það er í raun JSON gögn hérna síðan ætlum við að segja onload þegar við fáum það búið að loada gögnum inn í þennan request hlut okkar þá ætlum við að bregðast við því og þá er hérna request hluturinn sami og hér
hann mun innihalda statuskóða sem HTTP statuskóðin fyrir þetta kall, þetta request. Og ef hann í raun 200 upp í 399, þá ætlum við að taka hérna og JSON passa gögnin sem við fáum. Þá þann response sem við fáum frá servernum í raun textin á skjalinu. Og þá fáum við ykkur gögnina, console.log data. Þá ætlum við að taka þessi gögn, við ætlum að taka results objectin og fyrsta staki úr honum og kalla show fallið með því. Þannig að við skoðum aftur hvað var hérna. Þannig að þetta hérna objektið sem inniheldur results lykilinn sem array með einu staki sem object. Þannig að við ætlum að taka results hlutinn og fyrsta stakið. Þannig að þá þýðir við fáum þetta hér, þessi gögn. Við ætlum að taka þau og senda áfram yfir þetta show sem birtir þessi gögn einhvern veginn. Ef að hins vegar það í raun 100 og eitthvað eða 500 eða 400 eitthvað eða 500 eitthvað svar frá vefþjóninum, þá ætlum við að segja villa, við ætlum að tæma containerinn og segja hérna villa komi upp. Og síðan ætlum við aukalega, þá getum við sett á request hlutin on error, sem þá ef það kemur upp einhver villa á meðan það verið að sækja, það einhver villa til dæmis, við erum ekki með net eða vefþjónin eða urlið okkar eitthvað vitlaust eða eitthvað svoleiðis, þá ætlum við að grípa það hér og segja villa komi upp. Og síðan ætlum við að senda þetta request og þá keyrum við þetta hér. Þannig að þá segjum við request send, þá þetta opnað, beðið eftir að það sótt og það búið að sækja gögnin, þá þetta hér keyrt. Ok, og show ætlar einfaldlega að tæma containerin sem var þá með upplýsingunum sækigögn, þannig að það verður hann aftur tómur og svo ætlar hann að bæta inn í það textanóðu sem segir í vinnu data.atwork og útskrifað data.discharged numbers. Þannig aftur þá ætlum við að taka hérna 2 stök úr þessu, hérna atwork og discharged numbers og við ætlum að birta það á síðan okkar. Þannig að sækigögn. Gerum þetta meira dramatískt með því að hægja á netun okkar. Setjum þetta slow 3G. Þannig að þá tekur það lengri tíma þegar við erum alltaf á ekki góðu neti en sæmilega góðu neti hérna. Sækigögn. Boom. Við sóttum gögn og við prentuðum þau. Þetta klikkað. Þannig að þá tókum við hérna 1058 og það hérna, við pikkum það út úr þessu hér og 53, pikkum það út hér og birtum það hérna í textunum okkar. Og þetta grunnurinn að afskaplega stórum part af því sem maður að gera í svona Ajax-vinnu. Þannig að þú ert að íta okkur takka, sækja ykkur gögn, gera eitthvað Þú ert í raun að búa til HTTP request og svo vinna með gögnum sem þú fær tilbaka. Þannig að þetta svona Ajax í grunninn með fjörgamalli tækni sem XML HTTP request. En svo getum við lent í því að við erum að biðja um eitthvað gögn sem á vefþjón sem við höfum ekki aðgang að. Þá getum við fengið svona same origin villu eða course villu oft líka kallað. Þannig að ég ætla bara til að lesa þetta yfir. En það sem að þetta í raun bannar og tryggir okkur það ef við erum með vefþjón, ef ég er með hérna, heimabanka og ég er með einhverja JSON skráð þar eða einhverja skráð þar sem að inniheldur einhver gögn sem að ég get séð hérna, hey, það er hérna skástrík logged in, skástrík secure, eitthvað, einhverjar upplýsingar sem að ég get séð þegar ég er búinn að logga mig inn og ég sem einhver árásaraðili sé það, þá get ég ekki búið til VF, bara eitthvað inn á oli.is og ég veit að þú ert hérna búinn að logga inn á heimabankaðinn og þú fer inn á oli.is og oli.is getur gert á Ajax request yfir á bankaðinn til að sækja upplýsingur banka yfirlitið. Þá raun þetta cross-origin resource sharing policy sem segir til að oli.is eða whatever má ekki gera bara request hingað og þangað yfir einhverja aðra vefþjóna og sækja gögn þangað. Þannig að þá getum við fengið svona villu í requestunum okkar. Og þegar við skoðum dæmi það, þá var ég að skoða hvenær lokaprófið var og þá hérna ó nei,
Það ekki vistast rétt slóð hérna. HI.is, þá það sótt hérna með Ajax. Þannig við fyrir hérna með prótöflur. Prótöflur, þá sjáum við hérna, þegar ég að gera þetta hér, þá sjáum við hérna að vera að hlaða. Það hér bara verið að gera svona Ajax request, bara nákvæmlega eins og við vorum að gera. Það bara búið að binda það við hérna on change á einhverju dropdowni. Þegar ég vel eitthvað gildi þar, þá gert kall yfir á einhvern vefþjón sem skilur okkur síðan gögnum. Og vefþjónninn afskaplega lengi, ég glemdi að opna þetta áður en ég hérna heilbrigðisvísindasvið. Þá fáum við hérna, þetta slóðin sem verið að kalla í. Ugla hi.is, protabla, view, ajax.php, hérna sjáum við, Ajax, þetta alls þar. Síða, eitthvað. Ok. Núna ætla ég að gera þetta bara frá tölvunni minni. Þá gerir ég hérna, reloada ég og hættum að þrottla netið okkar. Það ekki skemmtilegt að muna að gleyma því. Og býðum, hann komið upp. Failed to load, no access control, allow origin header is present on the requested resource. Origin null is therefore not allowed access. Þannig að þarna fengum við upp villu við það að reyna að sækja gögn sem lifa á öðrum vefþjón og við höfum ekki leyfi til að sækja. En ef við förum hérna á APIs og skoðum hérna network og reloadum hér, þá sjáum við request, response header, access control, allow headers, allow methods, allow origin. Þetta hérna galdra línan sem leyfir okkur að gera þessar beiðnir yfir á apis.is að það stjarna hér sem þýðir að með að allir gera Ajax-köll yfir á mig sem vefþjón. Ég leyfi öllum að sækja mín gögn. Þannig að þess vegna getum við gert þetta kall. Já, þannig að þetta Ajax og það það sem að ég ætla að brasa við í næst seinasta litla verkefninu. Það að gera beiðni yfir á apis.is og þá hérna önnur þjónusta sem eru bílar, ekki bus. Cars in Iceland. Og þá það hérna, það tökum við inn færibreytuna eða hérna hveristrengi number. Þá það eitthvað bílnúmer og það skilur okkur opnum upplýsingur það bílnúmer. Þannig að við getum gert þetta eitthvað. US123. Það Ford Escort. Þannig að þarna getum við í raun búið til uppfletningu í þetta og nú ætla ég að taka hérna. Þá ég búinn að útfæra hérna mína lausn. Við fáum gefið svona form með mjög litlu útliti þegar við erum ekki að æfa ykkur í CSS núna. Og ég slægi eitthvað inn hérna. Ég slægi inn SD456 og ég sótti hérna strax. Rauður, og þá sjáum við erum að formata hérna. Litur, rauður, gerð, Nissan Double Cab. Næsta skoðun, 1.7.2018. Og ef við hægjum aftur á netinu hérna og við leitum að einhverju, þá HH123. Þá kemur svona, alveg eins og við sáum á HI síðunni, svona progress indicator og svo sjáum við gögnin. Þannig að við ætlum að birta, sem að tengist þessari vefþjónustu, við ætlum að gera það þannig að við sláum eitthvað inn hérna. Þegar við ítum að leita, þá gerum við request yfir á þessa hérna þjónustu, þar sem að inputið okkar fer hérna í number query-string breytuna og við ætlum að taka við þeim gögnum sem eru þá einhvern veginn á þessu hérna formi og við ætlum að pikka upp úr því að minnstu kosti þessar fjórar hérna, color, next check, status og type og birta það á síðunni. Og svo ætlum við að vera með villu meðhöndlun. Til dæmis ef ég slægi ekkert inn hérna, þá ætlum við að segja vantar bílnúmer. Ég get ekki sett tóma strengin. Ef ég ger eitthvað svona, þá svarar vefþjónninn okkur. Þá sjáum við hérna niðri. Hann svarar reyndar með vitlausum
Já, ok, það má vel kalla það rétt. 500 internal server error. En responseið inniheldur hérna error, no car found with the register number, bla 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 bla. Þannig að við ætlum að bregðast við þessu og segja vill að koma upp og þau sé skilaboð. Svo hefur það komið fyrir að hérna, APIs eða þessar þjónustur detti niður. Þannig að ef það skyldi gerast þá er hérna example.json í hérna, gögnunum sem að fylgja með verkefninu. Þannig að þið getur notað það ef að þetta fer niður. Og þetta er líka uppsett með hérna, browsing. Þannig að ef þið notfærið ykkur ekki browsing í fyrra verkefni, þá virkar það alveg eins þegar við erum að vinna með JavaScript og þegar við erum að vinna með CSS. Og ég mæli með þið notið það þarna. Þannig að þið getur gert npm install npm rundev. Þá fáið þið upp browsing vefþjón sem vísar á scripts. Þannig að ef þið breytir scripts þá uppfærist vefurinn ykkar jafnóðum. Svo var ég einmitt að gera þetta í gærkvöldi og náði ekki að klára þetta þegar þetta fór niður og ég gæti ekki testað þetta alveg. En þá nefnilega, svona að meðan ég tekja til, þá getum við skoða hvernig þetta er. Því að þetta er í raun allt open source. Þannig að við förum inn á GitHub, þar sem eru öll open source verkefni. Þá sjáum við hérna APIs verkefnið. Þá getum við farið hérna í endpoints. Þá getum við séð hérna alla endapunktana sem að APIs skilgreinir. Og þá getum við fundið hérna car og index. Og þá sjáum við hérna, þetta er í raun JavaScript kóðinn í ECMAScript 2015 sem við ætlum að fara yfir í næsta tíma, sem er að gera í raun þennan endapunkt sem við vorum að skoða mögulegan. Og það sem hann er að gera er að fara inn á samgöngustofu.is og í raun skrapa þetta hérna, þessa uppletningu. Þannig ef ég ger eitthvað AS 1, 2, 3, þá er bara þetta forrit hérna að gera request á urlið, taka við því og skafa í raun út alla þessa hérna strengi. Þannig að þetta er ekkert flókið og það er verið að nota JavaScript svona og JavaScript sem þið munu jafnvel skilja bara eftir næsta tíma. Þannig að svona er JavaScript að éta heiminn. En takk í dag.